Björgvin Páll Gústavsson hefur verið okkar fremsti íþróttamaður undanfarin ár og hreinlega blómstrað milli stanganna. Hann fór frá því að vera snarruglaður markmaður þar sem meira að segja blóðheitur austanlandsþjálfari hreinlega fékk nóg og vildi ekki sjá hann, yfir í að vera þriðji besti markmaður sem Ísland hefur átt og eftir Gumma Hrafnkels og Birki Ívari. En hver er lykillinn að þessari velgengni? Við náðum tala á Boat to the Goose eins og hann vill láta kalla sig þessa dagana og fengum að fylgjast með honum gera það sem hann gerir best. Sæll Björgvin, virkilega gaman að fá þig. Já, takk fyrir það. Ég verð að spyrja, hvað er þetta á hendina þér? Þetta? Full ink sleeve ermi, kallar minn. Eina viti í dag. Hér er ég með bankanúmer, uppskriftir, hérna undir með hver svona þess að helstu skittur skjóta á marki í dag. Ég er með stafróð líka hérna, ég gleymi því stundum, en þetta er bara, já, full ink sleeve ermi, eins og ekki sé kalla það. Jáhá, af hverju fékkstu þið svona? Já, þetta ég var félið með svona. Já, snúum okkur aðeins að handboltanum og hlutunum í kringum hann. Hvað þarf maður eins og þú að gera til að ná í slangt og náð? Jú, það er bara að koma lífið sín í góða rútínu. Eins og ég byrja alltaf daginn klukkan 7. Ég vakna 7, þetta er rútína, það er erfitt að venja sig á þetta, ég veit ekki það, en þegar bolti rúlla þá hættir hann ekkert að rúlla og ég bara á ekkert mál með að vakna 7 og starta daginn þá. En hollur og góður matur, er það ekki líka mikilvægt? Já, ég ger oft svona 1, 2 og 3. Það er bara algjör lykilatriði. Ég skipti deginum í 3 hádegi, morgunmat, kvöldmat, náttúrulega morgunmat fyrst. Og jú, ég borða hafragraut og epli í morgunmat. Ég sá Óla Stef borðaði það í einni auglýsingunni og ég geri það líka. Ég borða kjúkling í hádeginu oftast. Mér finnst það mjög gott að borða kjúkling, hann er hollur. Og kvöldmatið er svona kannski meira bara svona það sem ég næði grípi í, pasta, eitthvað bara grænmeti, bara eitthvað gott. Það hljóma vel, þú hefur nú minnst á það í fjölmiðlum og jafnvel tönglast á því, þú æfir mikið auka. Jú, Björgvin Auka-Ævin Gústavsson, þetta vildi ég var til að heita það. Jú, ég læt vita að ég æfi vel og skammast mín kannski ekkert mikið fyrir það, smá, en ég er náttúrulega að reyna að taka auka dag og ég ætla að reyna að vera topp 5 besti markmaður í heimi, topp 5. Ég veit ekki hvort þið hirtið þetta áður. Ég ætla að reyna topp 5 besti markmaður í heimi. Ég á náttúrulega kort í spa, í vörglas og svona og það hjálpa mann að komast þér í ræktina sko, vitandi það býður eitthvað lúxus eftir manni. En jú, ég æfi mikið. Ég ætla að reyna að vera topp 5 besti markmaður í heimi. Björgvin, nú verð ég að spyrja fyrir alla töffarana á móti. Hvað ertu með í hárinu? Af hverju ertu svona flottur? Jú, hvað er mér í hárinu? Hvað, býrð þú ekki í Íslandi, kallar mér? Nei, ég segi svona, þetta er náttúrulega silfur eða silver, þú ræður hvort þú notar, ég man ekki hvort það heitir einu sinni. En ég nota það náttúrulega bara alltaf, silver í hárið, eina viti í dag og ef þú hefur lesið, segja og heyrt eitthvað nýlega, þá myndur þú sjá að ég nota silver. Jú, hvernig spyr ég? En Björgvin, nú hafa fjölmiðlar mikinn áhuga þér og fylgjast grannt með þér. Þú hefur kannski ekki verið að spila í sterkustu deild í heimi, en samt fylgjast þér alltaf mikið með og komið með reglulegar fréttir. Jú, þeir gera það, þeir hafa áhuga á mér og það er gaman að fylgjast með því, að heyra frá því. Þeir hringja alltaf reglulega og biðja tölfræði og eitthvað svona og það er ekki auðvelt að redda sér tölfræði. Og ég les alltaf mokkan og sé alltaf, það er alltaf greinum mig eftir hvern leik og þetta er bara frábært. Ég er bara rosalega stoltur að vera svona, að þeir hafa áhuga á mér. Ég verð að viðurkenna það. Kæru íþróttafréttamenn. Björgvin Páll Gústavsson hér. Leikur hjá Schaffhausen í gær. Unnum Wiederhausen með 23 mörkum. Kalli með allt í lagi leik, 24 bolta. Nei, djók. Stórleikur hjá kallinum. Verð líklega valinn besti markmaður deildarinnar. Það geta ekki margir aðrir hér mikið. En ekkert verið að skrifa það. Læt vita hvernig mér gengur að æfa þessa vikuna. Vitið e-mail hjá Valtý beinni, hann svarar mér ekki. Kveðja Björgvin Páll Gústavsson sem átti stórleik með 23 bolta varða, megi hafa það 20+, þá heldur kannski fólk að ég hafi varið meira.
Kveðja Bjöggi. Send. Björgvin, þessi glæsilega árangur krefst væntanlega mikilla vinnu fyrir hugan líka. Jú, það er náttúrulega hugurinn er náttúrulega svona 90% að þessu kannski öllu saman. En ég fá náttúrulega dálítið að vinna með hugan eftir sá þáttum Óla Stefi atvinnum okkar. Hann er náttúrulega langt og ég er náttúrulega að byrja bara að lesa núna, lesa og sjokkara hugan, challenge, alltaf að reyna að finna eitthvað svona til að geta sökt mér í. En jú, það er algjör lykilatriði. Gætirðu sagt mér hvar Nikolaj Karabatic skýtur vanalega fyrsta skoti? Jú, á markið. Nei, það er náttúrulega stutt í húmórin hjá mér, sko. En hann er góður. En já, ég stúdera menn mikið og 2 tímar á dag lágmark sem ég liggi við teipum til að sjá hvað sem menn skjóta og alltaf búin að skrifa það helsta hér. En jú, ég stúdera mikið. Nú sendirðu fallega ástakveði á unnustöðina á Vísi á valentínsdaginn árið og er orðið frægt hérna á Íslandi allavega. Þetta var rosalega rómatískt. Ertu svona rómatísku gaur? Já, Elli er að syngja náttúrulega bara í mig og... Elli, sæl og blessuð, Björgvin hérna aftur. Heyrðir í mig seinast á valentínsdaginn þið hringdi þig? Já, sæl, heyrðu. Nú er ég að fara að gifta mig, má ég setja aðra svona yfirlýsingu hjá þér? Ha? Veistu skammir? Sagði fólk að þetta vera hallaríslegt? Við dettum í smá spjall og spyrjum brúðkaup og hvernig þetta fólk nær að retta sér númunni hjá mér. Hún spyr brúðkaupið og eitt liður á öðru og síðan bara kemur þetta út og ég segist elska Karen og hún setur þetta ykkur á forsíðu. Er ég rómantískur? Nei. Kakkalakki í klósetti er rómantískar en ég myndi ég segja. Þetta ofbjóð mörgum, jafnvel öllum. Var þetta fallegt? Já. Meinti ég þetta? Nei. Þú er alltaf verið þekktur fyrir að sinna aðdáendunum vel og gefið mikinn tíma til að sinna þeim. Ertu svona að ná að þeim? Já, áhörundur er alltaf númer 1, 2 og 3 í þessu líka og án þeirra væri ég ekki sá leikmaður sem ég er í dag. Ég er marg á Facebook sem eru bara út að ég er góður í handbolta og þekki mikið neitt. Jú, ég sinni þeim bara eins mikið og ég get, stopp alltaf og gefi eindáttun, ég verði ekki að það. Án þeirra væri ég lítið annað en kannski bara ofverkur, unlingur í Kópavoginum, kaupa með puls og kók. Látum þetta vera lokaorðin. Þakka þér fyrir, Björgvin. Já, takk fyrir mig bara og takk fyrir að koma og bara frábært að fá. Takk.